nú segja. Og miklu meir en það. Við erum meiri háttar bollameistarar, bollameistarar, bollameistarar. Við erum meiri háttar bollameistarar, bollameistarar. Við erum staddir með leik hjá Hvítu Riddurunum. Hver andstæðingarnir? KF. Og þú heitir? Ég heiti Jóhannes Kristjánsson. Hvernig staðan? Eru þið með þetta? Það 1-0, þetta svona eiginlega úrslitaleikur hvað við vinnum riðilinn. Við erum efstir, hinnir eru búin að gera eitt jafntefli. Þetta alltaf spurning móti hverju við lendum í fjarlag, áttalega. Ég heyrði í fyrri hálfleik að mikið kalla á dómari, hendi, þið fengu ekkert út úr því? Nei, við fáum alltaf dómarinn á móti okkur. Við lendum alltaf einum færri út af því að dómarinn alltaf með hinum í liðinu. Það búið að vera þannig í gegnum árin. Það eru ykkar rólug? Já, við sigurum alltaf mótlætið, þannig að það í góðu. Manni sem sé ekki að standa sér núna inn á? Jú, hann ágætið. Menn voru bara aðeins að tækla sem að bannað bara og skutla sér við boltan og eitthvað svona sem að túlkunaratriði gott að með skutla sér við boltan en ekki, það má ekki tækla mann. Hefur þið komið áður á Pólumót? Þetta 5. skiptið. Gaman? Alltaf gaman og alltaf gott við þér. Og þú stefnar að koma áfram? Já, algjörlega. Við ætlum að vinna þetta núna og við erum búin að lenda í 3. sæti og 4. sæti og mjög nálægt nú ætlum við að vinna þetta og vinna næstu svona 3-4 árin. Við erum búin að prófa 3 og 4 og þá bara 1. og 2. eftir og það fyrsta í ár og ekkert kjaftaði? Nei, annars sæti ekki til. Það vita það allir sem hafa ekkert í að nunnið eitthvað. Annars sæti ekki neitt. Það bara 1. sæti. En þetta lítur vel út hjá okkur núna? Já, rosalega. Við erum alltaf með bara gríðarlega stóran hóp, við erum 16 sem svona smá vandamál en samt gott vandamál. Það skemmtilegt vandamál? Það skemmtilegt vandamál, já. En það náttúrulega gefið niður að einhverju fá að spila eitthvað minna eða eitthvað sliðis, en við erum náttúrulega bara í þessu til að hafa gaman, fjölskylda með og börnin með og þannig að þetta bara þannig mót. Glæsilegt takk fyrir og gangið vel. Já, takk fyrir það, sömuleiðis. Leik lokið, KF, Hvíti Riddarinn. Hvort liði þurfti að býti þá súra epli að tapa í dag? Það voru við, þessu sinni. 1-0, það var tæft. Var þetta jafnleikur? Já, frekar. Við brennum að víti og erum ekkert síðri. Ég heyrði nú hérna í fyrri hálfleik að þeir voru öskuillir hérna riddararnir og heimtuðu víti í fyrri hálfleik og fengu ekki, en svo fengu þið víti og misnóttu það. Já, það var bara svona til að gera þetta. Ég jafnaði þetta út fyrir þá, þeir voru frekar súrir í fyrri hálfleik. Töðuðu mikið og það var bara að gera þann greiða að klikka vítinu. Hefur þið tekið þátt í Pólumóti áður? Já, ég held þetta sé í 5. skipti. Og hvert markmið KF í ár? Það er yfirleitt bara að komast upp úr riðlinum, ná einum alvöru úrslitaleik á laugardeginum. Það voru við svona nokkuð sáttir. En svo náttúrulega aðalatriðið að hafa gaman að þessu bara. Það nummer 1, 2 og 3 og svo kemur boltinn. Og svo fjölskylda með? Já, hún kemur alltaf með. Segð mér, fer mikill undirbúningur fyrir Pólumóti, eru lengi að taka ykkur til? Já, það fer góðu tími í þetta. Það fer nú minnstu tími kannski í æfingar, það fer meira í undirbúningu með aðra hluti sko. Og það er þessi skiptimáli. Hluti sem ekki gleymast? Ekki gleymast. Þeir eru bara nummer 1 á Pólumóti. Ég man ekki hvert ég rökkaði nafni upphæfi viðtalsins. Hvað, nafnið var Bjarki? Bjarki, já. Bjarki Már. En þetta ekkert búið, eða hvað? Nei, við erum væntanlega upp úr riðlinum og fáum allan eitt leik í 16 liða. Og við tökum hann bara og sjáum svo til. Það kemur bara Meinari svo stundum satt? Já, tökum að Meinari. Það er mjög gott, það er gott markmið. Taka hann Meinari. Takk fyrir að gangi ykkur vel. Takk.